Góðir gestir, velkomin í þáttinn Tala við bændur. Eða nei, við ætlum að tala við listamenn. Í sófanum hjá mér eru harmónikuleikarinn og stórkúnstnirinn og tónlistarmaðurinn Geirmundur Valtýsson. Og svo er það María Pálsdóttir sem ég veit bara ekki hvað á að titla lengur. Hún er kona ekki einhöm. Dásamlegt. En þetta er polki. Þetta er klarinettu-polki. Klarinettu-polki. Akkurat. Og hefur yfirleitt alltaf verið spilað á klarinettu en mér langaði til að spreyta mig á þessu. Ég fór inn á YouTube og fann bara klarinettu-polkan, spilaði hann af einhverjum Svíum og ég fann það, ég gat bara náð þessu með æfingu. Stórkostlegt. Einhvern veginn upplifi ég þig eins og mann sem kann öll lög, þannig að þetta kemur pínu óvart og þú farir inn á YouTube og lærir lög. Ég kann voða mörg lög. Já, ég veit, ég er búin að vera á svona Hvað segirðu? Sennilega þurfa allir að æfa sig, þú veist. Já, maður þarf að æfa sig ef maður hefur ekki spilað aldrei áður. Maður hélt þetta væri bara í puttunum og strengdi. Nei, þeir fara ekki alveg bara ósjálfrátt, skilur. Akkurat. Þeir velja sér ekki góða nótur. Nei, þar tengi ég, þá sjaldan ég grípi gítar, þá fara fingurnir ekki þangað sem hugurinn segir. Er það ekki alltaf? Nei, sjaldnast, en ég kann heldur ekkert á gítar. En bursur af því, þú ætlar nú sennilega ekki að spila þetta lag á Græna hattinum á laugardagskvöldi, eða það? Jú, ég ætla að gera það líka. Í alvöru? Já. Er þetta ekki söngkvöld? Jú, en ég ætla að spila 3 lögaharmoníku. Já. Og svo bara spilum við lög sem allir kunna og textunum verður sveiflað upp á vegg. Já, þannig að það er engin afsökun fyrir því að syngja ekki með. Nei, því að það getur fólk getur sungið eða bara getur eitthvað sungið á annað borð, hvort sem ekki. Já. Og bara syngur það bara með, því að það getur ekkert hvart undan, ég kann ekki textan. Nei, þá ferðu bara barinn og kaupir hömluleysi í glas. Já. Og bara hleypir þessu út. Ég er nú ekkert svona hlynntur því að fara á barinn og meðan við erum að. Nei, láta fólki syngja. Já, einmitt. Ég hugsa að Haukur verður samt voða glaður. Ég veit það vel. Haukur, við erum búin orðnir við erum aldavini, Já. Af því ég spilaði hjá honum á Hótel Kea þegar hann var skemmtanastjóri þar, á milli 80 og 90. Hvað segir? Spilaði fleiri vetur hjá honum. Alltaf fyrir tróðfullu hús af fólki. Já. Hótel Kea, milli 80 og 90, María, fórst þú þangað? Nei, þú máttir það ekki? Ég var samt 18 og 19, þarna, 19. En ég var bara ekki búin að uppgöta svona ballmenningu þannig. Varstu komin á teikniborðið þá? Á teikniborðið? Ég var 19 ára. Fyrirgefðu. En maður var farin að fara á svona sveitaböll í Freyvangi og eitthvað. Já. Eitthvað tíma fór í Ídali. Ég get ekki sagt í muni hverju voru að spila á þessum böllum. Þetta var bara opaslega upplifun, Já, kannski maður setur ekki saman hljómsveit og dagsetningu kannski. En svona uppskriftin af helginni fyrir ykkur tvö, þú náttúrulega ert að fara á laugardagskvöldi að spila með góðum vinum á Græna og allir ætla að koma og syngja með þér. Já, ég vona það. Ég veit nefnilega, María, að þú ert að fá tengdaforeldra þína í heimsókn á laugardaginn. Já, mér datt í huga við getum bara komið og sungið. Er það ekki nefnilega? Mér finnst það bara grá upplagt, ég eftir að bera þetta undir þau. Þau eru söngvin. Þetta er bollingjarni. Ræður þú ekki yfir þeim þegar þau koma? Jú, þegar þú segir það, jú. Ég segi það. Það er allavega komið hér í loftið. Og svo þá ertu klár í slaginn og sundaginn þegar mikið stendur til. Já, þá stendur mikið til á hælinu, setriðum sögu Berklana. Þá ætlum við svona formlega að opna Svanhildarstofu sem er fyrir þá sem hafa heimsótt okkur innsta herbergið, eiginlega eins og dagstofa, setustofa. Já. Þar eru beinin hans Bjössa Söður og þar er Svanhildarstofa. Og ég svo sem er komin með eitt og annað Svanhildi en núna var að bætast við. Aldeilis magnaður fundur sem tengist þessari bók sem Ólafur Ragnar Grímsson var að gefa út og heitir Bréfin hennar mömmu. Og þannig var að þegar ég hitti Ólaf og bauð honum upp í þennan dans að vera með og segja frá mömmu hans, þá spurði ég í leiðinni, heldur hann hafi örugglega skrifað einhver bréf. Já. Og hann svona, já, ég kannast allavega ekki við að þau hafi verið varðveitt. Pabbi nefndi það aldrei og hann rámaði ekki í neitt svoleiðis. Svo nefndi hann reyndar mögulega þó í bláu töskunni. Og ég bara, hvaða bláu tösku? Jú, það var blá taska alltaf í botninum, í skápnum, í herberginu og svo þegar ég fór á Bessastaði þá fór ég bara með töskuna og svo þegar ég fór frá Bessastöðum 20 árum seinna þá fór taskan bara beint inn á Þjóðskjalasafn.
og ég kíkti aldrei í hana. Og ég bara, nú, gætirðu kannski kíkt í hana fyrir mig? Og hann bara, já, ég skal gera það. Svo liður bara árin og hann upptekinn maður og komst ekkert upp á Þjóðskjalasafn. Fyrir en í COVID, þá loksins komst hann og hringir í mig alveg ofan dottinn. Hafði þá fundið 49 bréf milli foreldrana sem að opnuðu honum bara, já, þú veist, hann kynntist þeim svolítið upp á nýtt í þessum bréfum. Þannig eru þau, sko, ungu ástfanginn og hann ekki komin til sögunar hann í upphafi og svo lendur hún á Vífilsstöðum og Kristnesi og allt í einu á hann lítinn dreng sem hún í burtu frá og þetta er bara mjög mögnuð bréf og hann ákvað að gefa þau út í þessari bók. Og við ætlum að vígja Svanhildarstofu, ég er bara þó búin að koma þessum bréfum svolítið fyrir inn í herberginu á mjög listrænan, sjónrænan hátt. Já. Og hann ætlar að flytja ávarp og lesa upp á bókinni. Og þetta á sunnudaginn? Sunnudaginn, 2:00. Og að því þetta er nú ekki svona stór húsakynni, þá ætlar hann að lesa 2:00 og 3:00. Þannig að fólk getur svona... Þannig að fleiri getur komið og notið? Já, þetta er svolítið lítið og þröngt, en allir velkomnir meðan húsum leyfir og frítt inn á sýninguna. Magnús, hvað þetta stórkostlega ævintýri þitt og framtak vindur áfram upp á sig? Þessar sögur liggja svo víða þegar fólk fer að athuga þær. Það er svo magnað. Hvaðan kemur þessi orka og elja til þess að halda áfram, María? Sko, ég hef alveg dottið hann í hólur og bara, já, nú er þetta búið, þetta gengur ekki neitt. En svo bara, einhvern veginn, lífið er svona, upp og niður. Og sérstaklega þegar hann fann þessi bréf, þá svona, bætir þetta við safnið og vekur athygli á því. Já. En ég er svo sem meira og minna með loka núna á á hælinu, því að það er rólegt. Já. En þetta er bara svona. En þetta er hátíðar? Þetta er hátíðar og nú er ég glöð og þetta verður gaman. En talandi orku og elju, hvað er þú búin að starfa lengi við tónlist, Geirmundur? Lengur en elstu menn muna? Sko, ég byrjaði á að reyna að læra harmoníku 11 ára gamall. Já. Og ég var fann að spila á böllum svona 14-15 ára, sko. Ok. Ég gekk vel. Já, akkurat. Við bræður, við fengum, sko, lánaða harmoníku hjá nágrann okkar á Þannæstabæ, sem var harmoníkuleikari og það var Skandali harmoníka, tegund. Akkurat. Og við bara komumst á legg og hann var heldur á undan mér. Nú? Já, hann er sko 10 árum eldri. Já, ok. Já. Það er kannski eðlilegt, þó ekki. Og hann er kannski stærri fingur þá til þess að leita og finna. Já, það er ekki til bóta, sko, stærri fingur, þá taka þeir bara 2 nótur í einu, sko. Já. Það nú kannski eftir hversu nettum nikkan er. Já. En þetta hefur verið þitt lifibrauð alla tíð? Ekkert lifibrauð, maður. Ég er búin að vera í öllu fjármálastjóri hjá Kaupfélagi Skagfirðinga í 40 ár og svo á ég jörð þarna rétt fyrir framan krókinn, 14 kilometra fyrir framan. Já, þú varst ekki að ríja bara í gær? Jú, hún heitir Geirmundarstaðir. Hún heitir Geirmundarstaðir? Já, ég heiti í höfuð á henni, skilur. Já, akkurat. Þú hefur alltaf verið með búskap við hliðina á tónlistinni? Já, ég hef alltaf verið það, sko. Já. Þetta er ekki smara svo umsjó, ég veit að þú varst náttúrulega hefur oft á tíð verið með hljómsveit bæði fyrir norðan og í rauninni annað. Já, það var af því að strákarnir, sko, hérna fyrir norðan, þeir nenndu ekki að fara suður, nenndu ekki að keyra suður. Ungur strákarnir? Já. Meðan þú þeyttist á milli? Já, ég gerði það bara. Já. Það er alveg magna. Fékk svo bara gamla sem voru búin að spila með mér, sko. Já. Fékk á þess að spila með mér fyrir sunna. Akkurat. Það gekk fín, sko, við spilum þannig í einhver 2-3 ár. Já, ég eina hér og önnur þar. Ein hljómsveit hér og önnur þar. Já, akkurat. Já. Þetta er alveg magnað. Alvöru umsvið. Þetta er alvöru umsvið, sko. Já, þetta er bara gaman að þessu, sko. Það var brjálaður þessu tímabili, skilur. En það hlýtur að vera drifkrafturinn. Snerist ekkert neitt annað heldur en hljómsveitina, skilur. Nei. En hafa komið svona tímabil sem þú hugsaði bara, nú ætla ég að taka pásu. Hefur þú tekið svona góða pásu? Nei, bara aldrei. Nei. Og hvað? Það er bara nautnin að vera á sviði og skemmta fólki sem drífur þig? Já, bara, sko, tónlistin, hún bara á rosalega mikið, þátt í hausnum á mig. Ég hef á stundu sagt að hausinn á mig veri fullur af tónlist. Já. Og svo náttúrulega hef ég samið líka. Já. Ég hef nú 170 lög hjá Stef sem eru komin inn á plötu. Það er allavega. Það er ekkert lítið. Það er ekki þokkalegt. Það er alveg þokkalegt. Enda manni maður eftir þó nokkurum plötu. Ég man eftir Henson Galla plötunni og fleirum. Já. Það er gaman að rífa þetta upp, maður. Já. Heldur að Ólafur Ragnar komið með þér á laugardagskvöldið? Ég held að hann fljúi bara á sunnudegi. Á sunnudegi, Hann er upptekinn maður. Ég held að hann sé sko í Egyptalandi núna.
Í Egyptalandi? Hann hringdi í mig í gær og ég í Egyptalandi en hérna, ég á leiðinni. Bara skroppi, sko. Hann rosa mikið á ferðinni, talandi Elju og orku. Já. Það einn athafnasamur orkumikill maður. Já, akkurat og ég nú þó með alveg þokkalega orkubolta hér í sófanum. Kemst ekki hólkvistið hann, sko. Nei, þetta er rosalega. Það er stór helgi framöndan hjá ykkur. Já. Ég segi bara góða skemmtun og til hamingju með bréfin og vel gert María að íta á herra Ólaf að athuga. Hann mjög þakklátur og kafli númer 2 í bókinni heitir sko Vesku María. Nei, í alvöru? Jú, þetta var pínu vandræðalegt þegar ég var að lesa þetta yfir, ég bara það nú alveg viss. Þá hann bara svona benda á það, þetta hafi ekki gerst svona út af engu og já, aldrei magnað. Já, enda í lagi vera þakkláttur vegna þess að þetta náttúrulega þvílíkur fjársjóður að uppgöta endurnýja kynni við föður svona móður á allt annan hátt. Og hann sýnir það þakklæti algjörlega í verki, sko. Dásamlegt. En aftur, bara góða skemmtun helgin og til hamingju með hvort tvekja. Takk fyrir mig, kærlega. Þá höfum við spjallað við bændur og við höldum áfram í einhverjum öðrum sálmum.